Hæ, ég heiti Steinunn og mér langar til að sýna ykkur hvernig ég nota Tempt og Airbrush-vörurnar. Fyrst ætla ég að byrja á því að hylja baugana mína með litahjólinu, en ég nota appelsínugula litinn til þess að hylja baugana. Ég er ekkert með sérstaklega mikla bauga eins og er í dag, en mér langaði bara aðeins til þess að hylja þá. Og ég nota alltaf appelsínugula litinn í það. Mér fannst ég aðeins vera rauð, þess vegna tók ég græna litinn og setti aðeins yfir roðann. Varan er rosalega þunn og það er auðvelt að byggja hana upp, þess vegna setti ég bara smá og það er mjög erfitt að klúðra þessu. Sumir halda að þessi trúðamáling en það er mikill misskilningur. Þetta er til þess að leiðrétta liti í húðinni sem maður vill ekki hafa. Það munar strax, bara maður setur smá. Næst ætla ég að taka hyljarahjólið en mér langaði bara til þess að birta aðeins til undir augunum. Þetta er sama formúla og litahjólið sem er þar af leiðandi mjög þunnt og auðvelt að byggja upp og líka auðvelt að eiga við og dreifa og eins og ég segi mjög erfitt að klúðra þessu. Þá er hyljarinn kominn á og ég ætla að færa mig yfir í skyggingu. Ég ætla að nota Tempt Make til þess að skyggja í dekkri lit en ég nota. Mér langaði bara til þess að nota Make-ið til þess að sýna ykkur hvernig er hægt að nota það með airbrushinu sem ég ætla að færa mig yfir í á eftir. Ég set fyrir neðan kinnbeini mín línu sem ég dreifi svo upp á við. Þetta má vera ýkt af því að á eftir að setja á mig Make og spraya yfir allt sem ég er að gera núna. Þannig að ég vill blanda þessu en það mega alveg vera svolítið skarpa línur. Næst ætla ég að færa mig yfir í ennið en mér langar til að skyggja það aðeins líka. Ég set alltaf línu aðeins fyrir neðan hársvörðinn og dreifi svo að hársvörðinum svo það verði ekki skörp skil og líka svo það kom ekki of mikil vara í hársvörðinn. Og nú byrjar airbrushið. Ég ætla að setja yfir allt andlitið lit sem heitir Sunset Glow en þetta er nokkuð skonar svona highlight, svona appelsínugulur highlight en mér finnst hann ótrúlega fallegur til þess að halda húðinni svona dewy og gljáandi en ekki mattri. Næst er það svo kinnalitur. Mér finnst alltaf gott að lækka kraftinn aðeins á hann ég fyrir kinnalitinn bara svo það kom ekki of mikið.
Næst það svo Champagne highlightin sem uppáhalds highlighter minn í öllum heiminum. En hann setji ofan á kinnbeinin, undir augabrúnirnar, inn í augnkróka. Aðeins á nefið og yfir varirnar. Kemur ótrúlega fallegu gljái. Næst það svo meikið og áðurinn meikið þá hækka ég kraftinn að því ég að fara að gera á stærra svæði og í raun og veru minni detail. En þetta fer bara yfir allt andlitið í hringlaga hreyfingum, bara alveg eins og maður notar bustan. Og þá ætla ég að nota Temptu augabrúnlit. Hérna ég búin með eina augabrúnina og þið sjáu hvað gigantískur munur. Augabrúnliturinn úr sama efni og meikið og þá gildir bara það sama hann eins og meikinn. Hann helst ótrúlega vel á og hefur bara alla sömu eiginleika og meikið. Og þá eru báðar augabrúnir komnar og þetta svona loka lookið. Ég vona bara að ykkur líkaði vel, en eins og þið vitið þá erum við að halda námskeið til að kenna allt þetta og þið getið alltaf verið í bandi við okkur hjá Daisy Makeup. Takk kærlega fyrir okkur.